Og við erum byrjað. Já, það sem ég ætla að tala um í dag er svolítið bland í boka og eitthvað sem getur nýst ykkur í verkefni 5. Já, við skulum byrja, ég ætla að byrja að tala um einn módjúla því að það kom upp í gær að ykkur hefði alveg svona, það nýst ykkur að hafa hann. Og það er módjúl sem heitir, já, ég bara að hafa Traceback, sem er kannski ekki svona eitthvað mikilvægt módjúlum sem við erum noktið að kynnast, en hann er alveg, það er gott að vita á honum. Þetta er svona meira þannig módjúl. Skoðum hérna eins og Santú hérna. Svo importar öllu í heiminum. Hér er þessi. Traceback er módjúl sem vinnur á Python villum. Þannig að við skoðum hérna aðeins. Það var bara ekki að sögla að gera. Þetta er módjúl sem við getum sótt og prentað út stack trace af villum. Og í rauninni það er tvennt sem maður notar þarna inn í. Það er svona mest notað, það er print.exe sem maður bara tekur villu og prentar hann út. Og einhvers þar er hérna format.exe sem að, þú veist, já, akkurat, það er eins og print.exe nema skilur manni streng með villur sem kom upp. Þannig að ef við sko, kastar þetta ekki, nei, ekki sjálft, ég held að það sé, já, þó, getur svona verið alveg högt. Það vantar að, já, ok. Hann brentur út þess að það sé engin villa. En já, það sem að, þetta er svona svolítið pínu galdrafall hérna, þetta printaði sig, ég er búin bara til eitthvað. Segjum við búin til hérna fall, sem að kallar á vat og vat, ætlar að deila með 0. Og svo kallum við á, keyrum við þetta, fun var greinilega eitthvað annað fall, fun 2, já, vat var greinilega eitthvað annað fall líka. Já. Ég er þá að kalla vat, það er þetta ykkur. Ok, það fáum við hérna zero division error, við fáum þessa hérna villu. Ok, við þekkjum þetta. Og til að þið kannast þið svona traceback sem þetta sýnir ykkur hvar í stakknum þið eruð, call-stakknum. Það var kallað á fun2 af línu 1 í ykkur svona PyShell. Og venjulega, þú veist, ef þið verið að keyra ykkur skriftu, þá er þetta skriftan eitthvað sem væri efst þannig í stacktraceinu. Og fun2 kallaði á return vat og þá var þessi lína í vat sem að villan kom upp í. Þetta er bara klassísk stacktrace sem við höfum séð margoft áður. En ef við grípum hérna, segjum bara að ég ætla að kalla hérna á try fun2, accept zero division error as bara segjum bara hérna prentum Svo að við fáum miklu minni upplýsingar ef við gerum þetta svona.
veit ég, hérna prófa að skýla þessum error objekti hérna. Skoðum hennan error object. Við getum sagt e.args .0 e.width traceback. Takes one argument. Ok, allavega, það er ekki svona auðsótt í þetta error object hvaðan það á uppruna sinn, þú veist, hvar var þessi villa. Og oft viljum við, þú veist, þetta er kannski ekki eitthvað sem við viljum henda í andlitið og notanda hérna, en ef við erum að gera eitthvað fyrir sjálf okkur, eða við erum að logga eitthvað, reyndar, já, eitt sem er bera, já, ok, tvennt sem við, hérna, ættum að taka eftir. Sjáum við hvað Python er svona já, sorry, ég er ekki byrjað að tala. Annars, þú veist, getum við vilja logga þetta, og hins vegar getum við, þú veist, ef við erum bara að skrifa fyrir okkur, þá viljum við alveg fá, þú veist, alla villuna upp, svo við vitum hvaðan hún kom. Og líka það sem kom upp í gær var að það var einhver að keyra eitthvað dót hjá sér og skildi ekki, þú veist, var búin að átta sig á því, þú veist, það geti komið villa hérna, þannig að hann prentaði út bara accept einhver villa og prentaði bara eitthvað svona dót. Þetta er alltaf í lagi nema að þú missir svolítið upplýsingarnar hérna og af því að það sem að geti hafa verið, þú veist, að fun2 kallar á mat og þar getur bara verið eitthvað syntaxvilla og þá ertu bara að grípa þá villu endalaust og þú áttaði ekki í því, þú heldur að eitthvað annað sé að. Þannig að þá er gott að geta bara prentað út villuna með stacktrace í staðinn. Og við getum gert það bara með því að segja hérna traceback.print.exe. Ekki meira. Ég segir hérna R og prenta hann út fyrir okkur. Og þetta er alveg snillt. Þannig að hérna get ég gripið villunar en ég get samt fengið tracebacki og allt með þegar að láta það prentast út meðan ég er að keyra. Þetta getur verið mjög þægilegt. Nei, þú sér að hann skílaði hérna, þannig að þetta stoppaði ekki kyrsluna, hann bara prentar út villuna. Og þið sjáu líka hvað Python er gott í svona introspection, að hann fattar bara að ég er inn í accept-blokk og þá er verið að grípa villu og hann grípur það bara úr einhverju konteksti. Og ef við viljum fá villu textan sjálfan, þá getum við sagt hérna, þá fáum við það sem tracebacki sjálft sem streng. Þannig að hérna getum við loggað þetta niður skrá, en reyndar er logger sem ég sýndi ykkur daginn. Ef við búum til logger með þetta logging.getlogger, þá getum við sagt hérna logger.exception. Það var ekki að gera þetta bara. Import logging, logger er eftir Þetta er rosalega ólíklegt til árangur, svo við höfum þetta. Þá loggar hann bæði messages sem við skrifum út og villuna sjálfa. Þannig að þetta logger exception er algjör snillt. Og þið getið mér sem sagt hérna og þessi logger notar bara traceback-módulinn og þið getum líka sagt hérna logger error og bætt við, ef þið segir logger error, þá prentast villan ekki út. Það fóðu bara það klikkað eitthvað. En þið getið sagt
eitthvað sem ég minnur að sé bara exe í átt og trú. Já. Okay. Exe, nei, það heitir eitthvað print exe eitthvað. Hvað er þú alltaf efstur hérna? Exe info. Þá brentar hann villina með. Þannig að þið getið sett þetta, þú veist, þó það séu, þú veist, debug er bara shortcut á error með exe info í átt og trú, en þið getið gert hérna, þú veist, fatal eða debug eða eitthvað. Ef þið viljið hafa villutextan með, þá getið þið gert það. Ok, já. Næst, eða eitthvað spurningar um þetta? Næsta sem ég ætla að tala um, að minnast örstuð á, er þráðavinnsla í Python, sem er ekki upp á marga fiska. Þeir eru reyndar eitthvað að reyna að bæta úr því, en já, svona, ef þið eru að fara að gera eitthvað svona highly concurrent, þá er Python ekki lausnin. Það er bara þannig. Þetta er eitt af því sem Python er bara ekki gott í. Og ástæðan fyrir því meðal annars er svo að útfærslan Python sem við notum, sem er hérna CPython, það er bara Python libraryin, þetta er bara Python útfært í C, notar eitthvað sem heitir Global Interpreter Lock, eða sem stundum að þetta bara GIL. Það gerir það verkum að það er bara einn þráður, modulo svona, aðeins nokkur hlutir, en það er einn þráður í einu sem á að nota interpreterinn. Hvert og eitt instans af interpreterinn. Ef þið búið til Python, já, það sem ég ávið með interpreter er bara, þú veist, ég ræsi Py og þetta er einn interpreter komin á stað. Svo getið, þú veist, opnað aðra skil og ræst aftur Python og þá er annar interpreter. Og þeir geta alveg keyrt kóða samhliða. Það er allt í lagi. En þessi hérna interpreter, hann má bara keyra kóða úr einu þræði einu. Í grófum dráttum. Það er alveg skemmtilegt fyrir þræði, sem sagt software þræði. Það er að software þræðir, eða svona það sem við kallum software að lightweight þræðir, þeir eru svona óhentugir í margt í Python. En það er náttúrulega til svona hacks í kringum þetta. Þannig að við skulum skoða þessi tvö library hérna. Það er threading, sem er, what the hell? Getur eitthvað útskipt fyrir mig hvað þetta er? Er þetta eitthvað svona hártaka eitthvað? Já, cool. Það er annars að... Og hérna... Ég má gleyma hvað hitt þetta er. Nei. Heitir þetta? Multiprocessing heitir þetta. Takk. Ok. Hérna erum við með tvo... Þetta eru þessar tvær útgáfur af threading í Python.
Annars vegar erum við með threading sem eru softwarefræðir og þú veist, þeir náttúrulega virka alveg og virka í, þú veist, alls konar hluti og þeir eru með, ég ætla ekki að fara út í þráðavinnslu hérna af því að ég lærði hann aldrei almennilega og við höfum ekki tíma en þess að þetta getur búið til þráð og þið getur gefið hann nafn og allt svoleiðis og þess að þið getur ræsið hann og gefið hann sem sagt target fallið sem hann keyrir og args sem sagt argumentin inn í það fall og keyword argumentin inn í það fall. Diamond þráður segir hvort hann eigi sko að deyja með já, ok, Daimon játt og trú þýðir að þráðurinn lifir af þó að þeir drepi foreldrið hans held ég alveg örugglega eða eitthvað í þá áttina en sem sagt ekki Daimon þýðir að þið drepið sem sagt núverandi porrit þá lifir hann eða þú veist þá deyr hann á sama tíma hvað þess með það? Þetta er rosa fínt. Þannig að hérna getur við sagt import threading Svona klassískt Hello World fyrir unga fólkið. Þannig að hérna getum við sagt thread fun target fun og við svona getum við sagt t.start missing one required bara að gefa hana nafn, já. Okkur myndin að það þurfti ekki. Og við tókum ekkert út úr þessu en t-punktur eitthvað þar hérna er hvernig get ég ekki get ég ekki fengið það sem hann skilur. Okay. Vorum að nota einhver flóknar aðferð til að taka móti. Já, ég held samt að vera hægt, en prófum þetta bara. Þá getur við sagt t.start og þá prenta hann þetta út. Og nú sjáum við að hann hangir. Já, það eru þann, já. Já, hann þarf samt ekki að joina því að hann er búinn, sko. Hann bara áttaði ekki á sig að í grunninn af því að hann svo að, sjá, gerist þetta aftur. Grunninn af því að þetta sé ekki að koma frá þræðinum sem er að keyra skilina sjálfa, svo að þetta new line sem kom hérna eftir
þessu printi, þá sé hann ekki að taka því sem áttur að segja ekki á því, þannig. Það skiptir ekki allir máli. En, já, munurinn á diamond-þræði og ekki sem sagt, þau segja hérna time.sleep, þegar maður var að sofa í 5 sekundur áður en að prenta þetta út, þá mun það aldrei gerast. Þá mun það gerast. Þá kemur það. Prófum þetta hér. Þetta er test.py. Idle eitthvað, Idle eitthvað að bláta mig. Nei, Idle hérna, hann að gera eitthvað sérstakt, þannig að hann heldur öllu dótinu opnu einhvern veginn. En sem sagt, þið sjáu þarna munin, að ef við setjum daimon njóttu true, það var öfugt það sem ég sagði á hann, þá sem sagt býður hann ekki eftir að þessi þráður klárast sem sagt áður en hann hættir. Það sem að gerist hérna er að bara vist það. Ég keyri þetta upprunalega forrit, þetta hérna, hann býtir þráð og segir start og svo klárast keyrslan og þá drepur hann bara alla þræði sem í gangi núna og hættir. Réttar sagt, hann drepur alla diamond þræði. En ef ég hef hann diamond false, þá leyfur hann að lifa. Þá joinar hann á alla þræði og býður eftir. Þannig að þú veist, nú keyrslan forritinu sjálfur búin en það er bara þessi eini þráður sem eftir og við bara býður eftir honum. Það svona munurinn sem diamond og ekki diamond. Já, svo eru alls konar lásar og ég ætla ekki að fara til það. Svo eru, já, þetta fá semafórur og það þetta að nota, það með þessum with syntax, bara svona svo þið vitið að því. Þá, sama hvort sama þó að koma ykkur villur eða eitthvað svoleiðis, þá mun hann alltaf releasa lásnum sínum. Ok, hérna, já, meira ætla ég ekki að segja þennan threading klasa. Já, eitt samt langar mig að segja. Ég sagði hérna að Global Interpreter Lock-in sem sagt leyfir ekki tveimur að keyra í einu en það er svona modulo aðeins nokkur hlutir. Það er að segja, ef einhver þráður blokkar á I.O. til dæmis, þá hefur það ekki áhrif á Global Interpreter Lock-in. Þannig að það er mjög, þræðir í Python henta mjög vel ef við erum að til dæmis að sækja hluti af vefnum eða skrifa hluti í margar skrár í einu eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona, eitthvað I.O. Ef eitthvað I.O. á sér stað í þráðunum og við viljum ekki bíða eftir því, eins og þú veist bara, eins og það að bíða eftir að request sé búið á einhver vefsíðu eða einhvern vefþjón, ef við viljum spána það á marga þræði til þess að dreifa biðinni, þá er það allt í lagi. Python mun keyra næsta þráð þó einhver annar þráður sé að bíða þér I.O. Og það er einhver aðrar undantekningar frá sem Global Interpreter Lock. Multiprocessing er fyrirbæri sem á að díla við það að
á að díla við þennan global interpreter lock sem sagt, já, það segir hérna effectively sidestepping the global interpreter lock by using sub-processors instead of threads. Það að segja, það sem að multiprocessing gerir, hann spawnar nýja prósessa til þess að keyra hluti. Það þýðir yfirleitt, eða held bara í öllum tilfellum, að hann þarf að búa til nýjan, að keyra upp nýtt instans af Python interpreternum til þess að keyra nýjan þráð, eða sem er þá í rauninni nýtt prósess. Og það er svolítið dýrt að spawna svona mörgum Python-prósessum. Þetta eru miklu resursar sem við erum að taka frá stýrikerfinu og mikið minni sem við erum að taka og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki neinn ofurlausn á þessum vanda. En bara svo þið vitið að þetta sé til, þá getið þið sem sagt ræst keyrt hluti í nýjum prósessum og svo er hægt að tala, sem sagt, getið búið til fyrirbæri sem að leyfa prósessum að tala saman eins og queue eða pípu. Queue sem sagt er svona eiginlega yfirleitt one-way samskipti. Það er að segja einhver feedar á queueið og annar tekur af queueinu. Þetta er svona, hvað er producer, consumer eitthvað pæling. Og pípur eru það þegar prósessandi þurfa að geta haft samskipti við hvort hann. En já, ég ætla ekki að vera að tala mikið multiprocessing hérna, eða sem sagt concurrency hérna. Já, svo er það threadpool. Það er enn önnur threadpool sem er til sem ég ætla að sýna ykkur frekar, sem heitir threadpool executor. Sem er concurrent futures, sem ég veit ekki alveg munin á. Já, það er til threadpool executor og svo er til processpool executor heldur líka. Og það er þjónar sama tilganginn annað bara ræsir þræði og hittar þessi prósessa. Hérna til dæmis er eitthvað sem geti hentað ykkur vel yfir að fara að crawla mikið af síðum. Þá er hérna meira sem nokkurn veginn kóðið sem ég geti hent upp. Ég skal keyra þetta til að heita domain. Ok, hvað gerir þetta? Hérna pínandi fall sem heitir load url sem tekur url og timeouti og hann sem sagt requestar, hann kallar url request url open og returnar connection read sem er sem sagt munið bara byte object af því sem við fengum tilbaka. Svo ræsum við hérna concurrent futures threadpool executor og getum sagt honum hvað við viljum marga workera í mesta leið. Og já, hérna er svolítið spes hvað hann gerir. Til þess að eiga sem sagt argumentin sem hann sendi inn í þetta hvert og eitt fall gerum þetta öðruvísi fyrst til að byrja með, svo til að einfalda gerum þetta, sleppum þessu hérna hendum þessu út og breytum þessu hérna bara í lista. Þetta er svolítið erfitt dæmi að melta svona til að byrja með. Ég er þetta bara svona. Hvað má að gera þetta?
Url is not find. Já. Þannig að eitthvað generate exception og síðunar eru bæt og við getum prófað hérna. Jú. Við séum hérna fyrstu 200 bætina á þessum síðum. Sjáum að við erum að fá hérna actual síður. Og þetta gerist þess að í 5 þráðum í einu. Hvar get ég séð? Já, hérna. Prófum að keyra þetta 20 sinnum hvert. Sjá hvað gerist. Já. Ég búið bara, jú. Sjá. Það er ekki að gera þig. Sjáum ekki. Þetta er alltaf lítið. Get ekki séð. Já, ég get ekki séð. Já. Þetta er Python. Ég veit ekki hvað ég var að sko Firefox. Já, ég glemdi þín að það. Við getum sett. Ég er að spamma hérna einhverja fréttasíðu með einhverja requestum hérna á fullu. Frá Íslandi er hann að haka okkur í beinni. Já, bæta við executorum. Já, gerum hérna, reynum bara að sjá hvað mikið power í þessu. Þetta var svo 20. Nettor komið hérna eitthvað. 10 frá CPU, það er ekki mikið. Ok. Já. Þá sjáum við að við erum að aðeins að kýtla hérna örgjurann. En ég veit ekki. Nei, við skulum bara ekki gera það. En allavega, þannig að hérna, já, til dæmis getið þið séð munin á því að nota 1 worker. Þetta var miklu hægara heldur en að nota 5 workera. Þið sjáu að þetta hefur virkilega benefit að jú, það er time out aðeim, 60 sekundur. Já, time it. Jú, ég nenni samt ekki að finna hann. En, já, það sem ástæðan fyrir þetta var gert svona, af því að af hverju hann bjóti svona dictionary, það sem að concurrent future as completed gerir, að hann lappar í gegnum einhvers konar iterable af svona executor submit sem er svona einhvers konar job submission pæling og keyrir það.
Og til þess að eiga sem sagt hvaða parametrar eru sendir inn þar, þá býr hann til dictionary. Þá höfum við sem sagt executorinn sem var keyrður og parametrin sem var sendur inn í hann. Og þá getum við notað þetta url hérna. Þannig að sjáum við hvaða síða var að keyra og já, akkurat, hérna sjáum við að þetta feilaði strax og við fáum sem sagt villuna með því að biðja result úr þessu future. Veit ekki hvort við getum droppað inn bara process pool executor í staðinn. Það ekki, já, prófa þetta. Ég veit ekki hvort við getum bara skipt þessu út fyrir process pool. Nei. Ég veit ekki af hverju þetta er. En allavega, þið hafið hvað segir hann hérna? Queue full. I don't know. Allavega, ég er ekki sérfræðingur í þráðamálum, en það er allavega vitið af þessum library. Það er þetta threading og svo er það multiprocessing og svo er þetta hérna, concurrent futures library sem vinnur bæði með þræði og processa. Síðasta sem ég ætla að tala já, ekki nema einhverjar spurningar helst sem ég get svarað úr þessum þráðamálum. Þetta ekki, skiptir ekki máli. Það síðasta sem ég ætla að tala í dag, eða allavega fyrir hátti, er eitthvað sem heitir TK-Inter. Og TK-Inter er eitthvað sem er sem sagt interface ofan á eitthvað sem heitir TCL-TK sem er eitthvað svona GUI kalla það GUI toolkit hérna. Já, og það sem ég segi hérna, both TK and TK-Inter are available on most Unix platforms as well as Windows system.
Ég sé ekki að það er hægt að keyra teka á internetmódulinn sem. Nice. En já, þannig að hún var þetta nýjan gaur sem heitir og það er einhver svona demo kóði hérna og við skulum taka hann aðeins. Okay, hérna er dæmi TK interkóða. Það þarf reyndar ekki að búa til, já þó, ég kannski ljúga ykkur. Allavega, við búum til klasa til þess að sem erfir eitthvað sem heitir TK frame. Og til þess að segja þetta er aðal glugginn í forritinu mínu, þá sækið þið smíðið TK og það er það er aðal glugginn og svo setjið þið það sem að okkar application ræsum við það og master þess er root og svo kallið á app main loop. Hafa ykkur unnið hérna í GUI forritinu? Þú veist, þeir náttúrulega hafa búið, mjög langt síðan. Hann náttúrulega búið að henda út, það var kendur kúrsinn sem hét gluggaforritun, hann breytti síðan í vefforritun þegar Já. En já, gluggaforritun var gluggaforritun, svo breyttist það í gluggaforritun og svo smá vefforritun í lokin og svo breyttist það bara alfarið í vefforritun. En gluggaforritun hefur svona svipar aðeins til þess sem að er núna orðið svona JavaScript frontend development eitthvað. En það er samt svona aðeins öðru sér, það er aðeins svona konceptað í gangi og hérna til dæmis eitt af því sem það er ekki, við sjáum ekki í JavaScript heiminum, það er svona main loopa sem að keyrir í svona GUI forritun sem að tekur sem að er ítrekkað að taka við alls konar eventum og svoleiðis frá öllu dótinu sem er til staðar. Og það er til dæmis ástæðan fyrir því að GUI getur hangið þess að hérna, það er alltaf sami þráður sem keyrir GUI. Það er eitt annað sem er við gluggaforrituna, það er sami þráður sem keyrir og það verður alltaf sami þráður að manipulata GUI. Þeir með ekki keyra 5 þræði og þeir eru allir að breyta GUI inn í einu. Það er ekki cool í þessum GUI bransa. Það er, þú veist, þetta var margur hausverkur þegar maður var að vinna í Windows Forms í gamla daga, að maður þurfti að búa til, það var alls konar svona spes tæmirar til sem að keyrðu á þessari mainloopu til þess að breyta hlutum. Þú veist, þannig að ef maður vildi uppfæra einhverja klukku til þeim og svo setja á sekúndufresti hækkana, þá mátti maður ekki gera það í sér þræði. Það var maður, þú veist, maður gat gert það í sér þræði, þá var hann að dispatchaði á eitthvað fall í sem að kallaði, eða sem uppfæriði dispatchaði eitthvað fall sem keyrði í mainloopunni og þú veist, það var það að uppfærast á þeim þræði. Það var það einhvern veginn svona að koma skilabúðum áleiðis til einhvers fall sem var í mainloopunni og það gat breytt GUI-inu sjálfu. En já, við prófum að keyra þetta. Svo við fáum hérna Python skil og svo kemur svona lítill gluggi. Við fáum alltaf hérna, allt í lagi, við getum ekkert fært þennan glugga. Ok, þetta er eitthvað sem við fáum alltaf. Það er að segja við fáum alltaf þennan haus hérna, teka á haus, væntanlega getum við breytt þessu og svo kemur þetta hérna bara frá Windows.
Og þetta það sem við fáum hérna með því að smíða þennan TK instansina. Svo fáum við hérna takka og hann prentar eitthvað út hérna á konsolin hjá okkur og svo erum við quit. Ok, þannig að skoðum aðeins þetta. Hérna init aðferðin, init smiðurinn, hann segir TK frame init self master. Þetta sem sagt eitthvað sem ég sýndi ykkur þetta ekki. Hérna er verið að kalla bara á smið á klasanum. Þetta er eins og ef þið munið eftir Java, þá er þetta svipað að gera hérna super self, hérna super master. Það er að segja að við erum að kalla á smið á klasana sem við erfum. Þannig að við erum að láta hann smiðinn fyrir ofan frumstætt allt fyrir okkur sem hann gerir og svo höldum við áfram í rauninni. Þannig að við erum að kalla á þess að smiðinn í frame-klasanum, láta hann fá instansið okkar og parametrinn sem við fengum inn og svo kerum við okkar aðferðir. Þetta pakk er svolítið skrítin aðferð. Það eru tvö svona layout skema allavega í TK Enter. Annars erum við með þetta pakk skema sem er hérna og hins vegar erum við með grid. Og ég mæli bara með því að nota grid. Það er svona tölvört svona meira intuitive. En við getum svolítið með að sé þetta. Nei, ok. Hér er eitthvað fall sem heitir create widgets og það sem sagt setur það smíðar takka og smíðar tvo takka og sjáum hvað þetta er svolítið spes. Við þurfum aðeins að svona koma haustum okkar yfir þetta paradigm að við smíðum svolítið takkan og setjum okkur sem setjum klasan sjálfan sem parametr inn í smiðin á button sem segir að við eigum takkan. Við erum að láta takkan vita sem að þú ert á okkar snærum. Svo getum við sett hérna alls konar hlut, stilt alls konar hlut á takkanum. Ástæðan fyrir þetta svona skrítin syntax, þetta er svona ekki rosalega lítið Pythonist, er að þetta er eitthvað wrapper one á eitthvað annar library frá TK Enter. Samt svona skrítið að það væri svona alveg. Þetta er ekki hræðilegt svona. Þetta svona. En allt sem ég geti gert svona, þú veist, eða flest sem ég geti gert svona, eins og hérna, self-hider text, þess að við erum að breyta textanum á takkanum, er líka þetta að gera með því að setja sem svona command line, nei, hérna segi ég sem keyword parametra inn í takkan sjálf. Ok, self, hi there. Já, command er sem sagt, command er bara eitthvað sem að ætla að segja, command er eitthvað sem að takkar eiga sem er sem sagt eventin sem er kallaðar á til að þegar ítt er á takkan, þannig að þetta segir að kalla á þetta fall, self.sayHi sem er þetta hérna fall, þegar það er ítt á takkan og svo er þetta pakk dót hérna sem segir sem sagt pakk side top sem segir að pakka sig á top. Aðeins skoða þetta hérna. Það er pakk geometry og þetta er svona, ég get ímyndað ykkur, þetta er svona svipað og að setja hérna pælingin er svona eitthvað svona að það sé verið að raða í bakpoka og við getum sagt hvernig að raða í bakpoka.
Hérna þess að ef þið pakki bara venjulega þá raðast þetta bara svona, staplast þetta. Svo getum við sagt fill eggs til dæmis. Já, og það var svo að fill eftir tk.x. Það fyllir hann jafn mikið. Sjáðu hvernig þetta var áðan. Þessi var mjórri. Og svo getum við pakkað hlið við hlið og já, en ég mæli bara einstaklega lítið með þessu pakkaðferð. Það sem ég mæli frekar með er grid. Þar getið þið sett, raða hlutum í svona grid. Þið getið sagt að stretcha yfir fleiri en einn dálk í gridinu og fleiri en eina röð. Og þannig að við segjum hérna það fyrir pakk og segjum við grid, row jafnt á 0, call jafnt á 0. Hérna getum við sagt grid row jafnt á 1, column jafnt á 0. Svo þetta. Fáum við eitthvað sem lítur eins út og við getum þá sagt column 1 til að sjá munin. Þá þeir komin hérna í sikkvort grid. Hvað séu, skilgjörðu ekki? Nei, það stækkar með. Nei, ég er að ljúga. Það er hægt að þeir eru pökkum. Já, fyrir við getum, þú getur sagt þar að segja vera sticky. Það er sticky og það er hvað? Grid options, það er column span inn, við getum pattað allt í þetta. Já, það er hægt að gera þetta. Það var eitthvað. Við getum sagt þegar við pakkum inn í grid, segja hérna sticky tk.e sem var. Þá gerist ekki neitt. Plus tk.e. Það á að vera hægt að gera þetta, sko. En ég grunar samt að það sé eitthvað með ekki eitthvað hérna fill hérna. Fill og
Það er eitthvað annað hérna, expand. Nepp. Þetta er svona space to widget box. Allavega, ég þori ekki að fara með það. Það er alltaf langt síðan að nota þetta. Til þess ekkert að sé það. En við skulum gera eitt í staðinn. Það er að segja að við skulum nota þetta grid og við skulum, já, nota benni. Þið getið, búið til ykkar einn frame, annan frame og settin. Þannig að, ef við erum með eitthvað, segjum hérna gameboard vinstra megin og svo eitthvað tól hægra megin, þá getið þið, gert það þannig. Þið getið haft gameboardu bara alveg sem sér frame, láta hann vinna fyrir sig og haft síðan eitthvað annað hægra megin, ef við viljið að þannig, bara svona svo þið vitið það. Þannig að það getið búið bara til hérna og gert eitthvað dót hérna, sett allt það sem hafa voru þar og svo bara sett það inn í orginal, sett það inn í applicationið bara með því að smíða eitt stykki eins og þið gerir hérna. En segjum að við viljum bara búa til grid af tökkum. Ég eitt svona, hvernig maður býr taka hann. Það er bara ekkert lítið gaman að þessari, sko. Já, self-quit, hérna, já, við getum bara búið til hérna take-up button, við þurfum ekki að gefa hana nafn endilega. Við þurfum samt að segja hvað hann á að vera. Þetta er grid, row jafnt og i, call jafnt og j. Ok, þannig að hérna erum við komið með eitthvað úr svo sniðugt. Það er reyndar eitt vesen sem við getum lent í hérna. Sem lítið mál að komast í hjá því. Sem sagt, já, það sem við getum gert er hérna að segja def, ok, eitthvað klikkt. Hérna. Segjum bara hérna position. Menn samt alltaf klikka.
Þannig að við ætlum að kalla þetta fall þegar að við erum að kalla þetta fall þegar að það er klikka á takkan, þannig að þá segjum við hérna command, jafto, self, punktur, eða segjum hérna lambda x self, punktur, klikk nei, ekki lambda x, það er bara lambda self.klikk y,j. Það er því að þið sáðu að command tekur parameterslausa parameterslaust fall, eins og áðan með hérna eins og self.sayHi er parameterslaust fall og root destroy er líka parameterslaust fall. Þannig að við erum að senda það inn. Þetta er lagi. Hvað haldið við byrjum þetta? Takes 1, 2 er gefin. Já. Það er self þetta. Algengasta villan. Ok, 9. Þetta var cool. 9. Þannig að þetta var ekki nóg gott. Þetta virkar samt fyrir 1 gaur. Þetta er eins og úrið sem er stopp, það virkar alltaf 2 á sólarhring. Já, hvað gerist þarna? Hvað segir þú? Yfirskrifar? Já, vantar, þetta er rauninni bara ástæðan fyrir þessi er að það vantar einhvers konar closure í kringum þetta. Það er málið. Af því að I og J, þetta er allt sem að leysi hérna, þannig að I og J bara breytast og I og J sjálf eru sem sagt bara 9 og 9 í lokin þegar þetta klárast allt. En við getum það bara búið til okkar eða closure og þá getum við bara búið til hérna gen bara klikk event og self og pause. Það þarf svo sem þarf ekkert endilega að vera eitthvað þetta þarf ekkert endilega að vera fallin í klasunum. Þá getum við sagt hérna hvernig fallið sem við á að kalla á og positionið og við getum lambda sem kallar á fun með pause. Ég held að þetta yfir að nóg. Þetta búið til closure fyrir mig. Þá segjum við hérna self klikk event og segjum við að þetta kalla á self.klikk og með þessum parametri hérna. Ekki. Já, ekki self klikk event, nei, já, það er rétt. Það er bara klikk event. Svona. Já. Þurfum ekki landafallendur. Þannig að þá erum við búin að hjúpa þetta. Það sem að þetta gerir af því að munið eina sem að
býr til skóp í Python eru föll. Og þetta akkurat það sem hann gerir. Það er búin til skóp utan breytunar sem þegar hann verður að afrita breytunar hingað inn, túpluna. Og þá skilum við nýju falli þarna út og þá verður við af því að þetta var nýtt fall, þá var það búið til nýtt skóp sem þegar hann fekk afrit og þá þetta fall hérna komið afrit af position. Sem þegar þetta var generita þá fekk það afrit af positionu þegar það var kallað á falli. Þetta býr til closure. Ok. Ég held að sé svo sem ekki mikið meira sem ég ætla að segja þetta. En já, það svolítið það, sko, venjulega í eðlilegu, já, ok, tölum aðeins eitt hérna viðbót. Ef þið viljið fara í eitthvað betra, flottara GUI-stef, þá til PyQt og PySite. Þau bæði bænding fyrir Qt-frameworkið. Hvort betra, ég bara veit það ekki. Það þetta svolítið síðan. Já, hérna segir, PyQt is one of the two most popular Python bindings for Qt cross-platform GUI. Qt mjög flott og töff GUI library sem að, upprunalega skrifað í C++. Og náttúrulega þeir sem voruð í verkefnanámskeið 1 í fyrra fengu að kynnast í. Og það til önnur bæting sem heitir PySite. Ég veit ekki, einhvers staðar las ég það fyrir einhverju síðan að PySite væri svona einhvern veginn að verða þægilegra bænding heldur en PyQt en ég þori bara ekkert að framhæða. En þetta allavega tveir möguleikar og Qt-frameworkið miklu flottara. Það býður upp á miklu fleiri möguleikar. Og það heldur betur hannað upp á það að gera til dæmis að venjulega í GUI-forritun þá koma þá erum við eitthvað svona event-system og það alltaf einhverjir eins og í þessu og svo kom alltaf eitthvað svona event object með eventunum sem segja til hvað gerðist eins og með svona klikk-eventin kemur hvar var klikkað á hlutinn og eitthvað svoleiðis og ég held að Qt sé miklu betra í því en tk-enter svolítið svona eins og ég sá að button-klikk kom ekki með event svolítið skrítið. En það svo sem bara þannig það, tk fínt fyrir það sem að það notast í, það bara það mjög þægilegt í marga hluti þegar maður þarf að henda ykkur upp en ef þið ætla að gera eitthvað svona flóknar hluti þá það kannski ekki alveg svona valkosturinn. Þannig að já, endilega skoðið allan á Qt og sjá hversu mikið vesen það að koma í gang. En þess að tk-int alltaf vinur. En eitt að lokum varðandi tk. Að það til svona canvas widget á tk-inter. Það ekkert svona mynd sem að segja. Nei, ok. En það sem þetta getur búið til canvas og þið getið teikna línur og það og teikna ferhyrninga og teikna hringi og með þess að setja myndir og þannig að þá getur verið með svona eitthvað gameboard eða verið búið til eitthvað gameboard með eitthvað myndum og svoleiðis þá getið notað þess að canvas eða myndum eða stela teikna hringi eða eitthvað svoleiðis eins og fyrir Mastermind eða fyrir Othello eða eitthvað svoleiðis
þá getið þið gert það með Canvas og þið getið ok, það er ekki hér en þið getið sérst gripið þá þegar þið klikka á Canvasin ykkar og allt svoleiðis, þannig að eins og þið gerir með takka, þannig að þá er allt í góðu með það. Þannig að því allan að hafi þetta. Þessi tveir, nokkru möguleikar. En já, með einhverjum spurningar? Jú, það er text input, eina sem þau þurfa að passa ykkur með takka er sem sagt að, og þú veist, það eru til labelar líka, það er þetta teka á þetta labelu til, en ég geti sagt hérna teka á þetta label, self og text er eftir og þannig að hérna er svona label og við getum til dæmis prófa að breyta textanum á honum þegar einhver klikkar. Þannig að í staðinn fyrir að prenta út, þá ætlum við að setja hérna, já. Það er mjög klassist að kalla label LTL. Ef við reynum að gera eitthvað svona, þá veit ég ekki hvort já, akkurat, já. Já, lol. Það er að gera, þetta er á því að grid skilar engu. Virkar þetta? Ok. Ég veist ekki að þetta er ok. Ég veit ekki hvort þau sem að breyta ykkur. En segjum við ætlum að vera með takka. Ok, það bara virkar. Ok, það er hvernig búið að breyta þessu. Ég er bara hættur. Það var þannig, ég veit ekki hvort það þurfi í einhverjum tilfellum, en það var þannig að það var ekki hægt að breyta textum á labelum og á svoleiðis nema að rappaði inn eitthvað sem heitir text var, nei, string var. Er það ennþá ekki til? Þá þurftum við að gera eitthvað svona að teka á string. Það er ekki alveg til. En þá getið þið já, var sett, já. Þá getur maður gert hérna, getur maður sagt hérna self label text er eftir og tek á string var. Getur sagt hérna self label text. Það er svona aftur betur út. Það var 0, já. Alltaf
allavega, maður þurfti á þessu að halda, ég veit ekki hvort þeir eru komin að breyta því og hvort ég var bara að gera hlutinu vitlaust alltaf þessi ár. En já, þá bara notuðu þetta hérna, bara setja í texta svona. Ef þið viljið setja texta, það er að segja. Text input. Entry widget, já. Já, það er text og svo er entry. Text er þess að fyrir margar línur og já, bara entry. tk.entry. Það er svona. Og já, þá getur þú sagt hérna current text er eget bara. Og hérna notar hann, þú þarf að setja það sem text variable en ekki text, ok. En hérna er þess að string var og hérna verður að sýna hvernig það er hægt. Já, og svo er með svona widget er hægt að bænda alls konar eventa eins og til dæmis, og þetta er svolítið skrítið, svona skrítin syntax, en eventanir heita yfirleitt eitthvað svona, þú veist eins og goggur button 1 þýðir held ég, þú veist að það sé vinstri smelt með músinni og doppul 1 þýðir þá þú veist að það er tvísmelt með vinstri músinni og þú veist button 2 gerir ráð fyrir að sé hérna þú veist hægri smelt já, button 1 middle button by button 2 rightmost button by button 3, ok, það er hægri smelt button 4 er scroll event svo er button release sleppt, músatakk er sleppt double button enter eða þess að máspointurinn fyrir inn í widgetið það er svona hvað já, þessir eventar taka event handlar að taka inn eventin sjálfa eða segjum það B er þetta B.punktur þetta þá getum við sagt B.bind enter og þá getum við sagt hérna self.printer bara. Þá sjáum við að leiði fer inn í einhvern nýjan gaur, þá fæ ég nýjan even. Og hérna getum við séð það er x og y hnit send event state tíman á honum, típan á honum. Kom hérna. Þá
við getum sagt event car, það verður til dæmis eitthvað, ef að þetta væri lyklaborðs event, þá myndi koma hvaða karakter var ítt á. Ef þetta var eitthvað músa event, þá kemur delta. Keycode er líka eitthvað með svona lyklaborðs eventa. Event type, 7 auðvitað. Widgetið sem að sendi eventin er button, þannig að þá getum við til og með sett hérna já, testum aðan width x event x, þess að hvar var músin þegar þessi event var reysaður frá þetta svona. Við hendum þessu út og við getum sagt hérna event with get text er játt og visit eða eitthvað. Þá getum við þetta er mjög þægilegt í eventnum að hafa upplýsingar hver sendi eventin, því að þá þurfum við ekki að sjálfa toucha þær upplýsingar með einhverju hérna closure eins og að gera áðan, heldur kemur það bara sjálfkrafa með eventinu. Þannig að þá getum við húkkað á einhvern event á alla þá sem við á eins og þarna, eins og bara hérna getum við gert alla rauða sem er búið að heimsækja. Svona eins og bubble wrap. Verður að og já, sem sagt, hérna er user presses any key one is a keyboard binding, einn is a button binding og hérna er shift up og eitthvað svona dot, þannig að þið getið í gripið nokkurn veginn hvaða event sem er. Og þið getið verið með hérna enter og já, enter. Þá get ég highlightað, þú veist, hann sem ég er á. Þannig að já, það er já, sem svo hérna til dæmis sjáum við hvað car er notað í. Return er enter-lykillinn og hérna sem sagt, ef þið viljið benda við eitthvað printable karakter, þá getið þið bara sett hann inn og sér. En bara ég ætla að binda á A. Það gerist ekki neitt. Já, ok. Ég þarf að vera með að fókusera hann. Það er ekki nóg að smetla á takka til að fókusera hann. Hvernig er ég ít á A? Ef ég ít á einn annan takka, þá gerist ekki neitt. Og svo framvegis. Ég meina, þið bara skoðið þá eventa sem þið þurfum að halda. En það er þið getið bændað á nánast hvað sem er. Ok. Ég ætla að sátt við þetta. Þá held ég að segja þetta bara gott.